Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur úr flugstöð Leifs Eiríkssonar. Já, það hefur ekki verið mikið fjör hér síðastliðið ár af eðlilegum ástæðum, eða þannig. En það stendur nú til bóta. En við erum að kynna okkur í þættinum starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum sem hefur meðal annars breyst talsvert í kófinu. En við fáum góða gesti með okkur því forsetahjónin Guðni og Elísa vildu líka kynna sér starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum í flugstöðinni og við ætlum að fara með þeim hér inn í stöð. Komið með okkur. Landar okkar, við öll, vorum tilbúin og reiðubúin að leggja það á okkur sem þurfti til þess að verjast þessari farsótt. En þá vildum við líka að allar okkar fórnir, allt sem við legðum á okkur, yrði ekki til einskis, að það sem við verðum að gera sem samfélag, að það dygði. Og þess vegna var svo brýnt að á þessum stað stæði fólk sig með þeim sóma sem raun ber vitni og jafnvel lét í sér heyra ef á þyrfti að halda og benti á að ef ekki væri staðið réttamálum hér, þá væri allt annað til einskis, annar staðir í samfélagi. Og heiður þeim sem heiður ber. Við höfum komist í gegnum þetta tímabil og sjáum núna til lands og lögregluþjónar, landamæraverðir njóta enn sama trausts og raun var á áður en þetta skall á. Það er óvíða svo að lögregla njóti eins mikil trausts og hér á Íslandi. Og það er ykkur að þakka. Forsetahjónin voru að kynna sér starfsemi lögreglunnar og hérna í flugstöðinni. Hvernig leist ykkur á? Þetta er skrýtin tilfinning að koma til Keflavíkur þegar það eru svo fáir farþegar, en þetta var mjög áhugavert að koma hingað og sjá alla þessa frábært starf sem í gangi hér, hversu mikið fólk er að vinna saman, hversu samstöðu þetta er á milli svona starfshópar, myndi ég segja. Já, okkur þótti vænt að geta heilsað upp á fólk og nota tækifæri til að þakka fyrir það góða starf sem hér hefur verið unnið. Það ber kannski ekki eins mikið á því og því starfi sem unnið er annar staðar, en þetta fólk er búið að vera í fremstu línu núna mánuðum saman í rúmt ár, stundum að takast á við erfiðar aðstæður og síbreytilegar, en hér hefur gott starf verið unnið og við sjáum til lands núna og getum senn fagnað því að hér verði aftur ís og þys, en óneitanlega er mjög undarlegt að ganga hér ganga, auða ganga, og ég veit nú ekki, ég held ég hef aldrei séð aðkomu sal svona tóman. Palli var einn í heiminum. Kannastu það? Bara mjög vel skipulagt, fannst mér allavega, fannst við, hvernig fólk, farþegar sem eru að koma til landsins, það bara allir bara að bíða með þolinmæði og bara gera það sem það fyrir að gera. Kom það ykkur á óvart í rauninni svona kannski starfsemin sem að þið voru að kynna ykkur hjá lögreglunni og eftirlitinu, landamæra eftirlitinu? Voruð þið búin að sjá að einhvern veginn öðru sér fyrir ykkur? Ég bara dáist yfir svo vel, maður sjálfur bara kannski búin að gleyma hversu oft reglurnar og hefur breyst síðasta árin, hvað maður þurfti að gera, og ég bara dáist yfir hversu oft og hversu fljótt fólk verða bara breytast allt sem þurfti að breytast og fylgjast með alla nýja reglur, mun ég segja. Já, og við kynntum okkur líka landamæra eftirlit, ekki bara gagnvart farsóttinni og fróðlegt að fræðast allt sem þar þarf að hafa í huga og auðvitað brýnt að við séum að verði gagnvart skipulegri glæpastarfsemi, gagnvart mansali, smygli og þar fram eftir götunum, og ég held við séum öll sammála að það sé þarft verk unnið þar og gæta þurfi að því að glæpahópar komist ekki upp með að stunda sína starfsemi. Elísa, þú sýndir svona hvernig þeir skoða vegabréfin mikinn áhuga. Já, það fyrsta starfið mitt sem fullorðin manneskja, hægt maður að segja, var fyrir fyrirtæki í Bretlandi sem var að búa til einmitt íslenska vegabréf meðal annars unnu þá. Þetta var svolítið skemmtilega minningar sem var rifist upp þar alla þessa listaverk sem fer inn að búa til hvert einasta vegabréf.
Var þetta ekki hérna í íslensku náminu, þurftir ekki að læra þarna einhverja setningu? Einhver hefur stólið vegabréfinu mínu, já, og hvar lestastöðin? Já, sem kemur nú ekki að miklu notum á Íslandi. Nei. Svo hin hliðin, eða svona dökka hliðin á COVID að þetta náttúrulega stærsti vinnustaður Suðurnesjamanna. Þetta stærsti vinnustaðurinn, einn stærst á Íslandi og langstærst á Suðurnesjum. Og hér og það hefur haft mjög mikil áhrif. Jú, og vissulega það sárt að hér voru margir sem mistu sína vinnu og lífsviðurværi vegna farsóttarinnar og á móti kemur líka, mér þótti fróðlegt að heyra að fólki sem vinnur við sýnatöku var margt fengið í þann starfa og hafði áður verið hér að öðrum störfum á vellinum. Þannig að það gott til þess að vita að það var hægt að mæta þeim atvinnumissi á þann hátt. En auðvitað hljótum við að vona að hér færist allt í samt horf senn og að hér verði iðandi líf og nóg að gera. En ég held samt að eftir að farsóttinni hefur linnt, þá munum við líka hugsa okkur aðeins betur það hvaða ferðalög við höldum í, hvort það nauðsynlegt, virkilega nauðsynlegt að halda til annars lands til að sækja einn fund eða eitthvað þar fram eftir götunum. Þannig að ég hygg að við munum sjá breytt ferðamynstur þegar við erum búin að vinna bug á þessum vágesti. Hversu forréttindi þetta í rauninni að geta ferðast? Heldur að ferðalögunum, nú hefur forseti Íslands þurft að ferðast í gegnum tíðina, talsvert mikið. Heldur þetta hafi áhrif á það? Ég held að verði breytt umhverfi að því leytinu til. Ég held að við munum horfa til þess að jafnvel þótt að sé nauðsynlegt alltaf að fara víða og hitta mann og annan, þá sé margt hægt að gera í gegnum teymisfundi og Zoom-fundi sem við höfum nú kynnt okkur þessa síðustliðinu mánuði. Þannig ég held að það muni aðeins breytast. En það sé líka þessa gildi og við erum öll búin að sakna hversu mikilvægt líka að hitta aðra manneskja í einum persónu, horfa augun til auglýsis, skiljið hvað ég meina. Já. Og ég held að við munum ekki týnast þetta endilega, þó maður kannski ákveðast þetta nauðsynlegt að fljúga til Parísar bara fyrir einum fund, en það verður áfram þessi fundur það sem við erum að kynnast í einu persónu. Mannlegu samskiptin fara ekki? Nei, alls ekki. Það liðið núna rúmt ár síðan við fórum síðast til útlanda og auðvitað hlökkum við til við hlökkum til að komast aftur út og hitta. Við eigum náttúrulega ættingja í Kanada og það verður svo sannarlega fagnaðir fundir þegar ég held að það sé nokkur fólk í Kanada sem að bara telja niður dagana fyrir seinni sprautun og 2 vikur eftir þar sem þeir geta að kaupa miðin til Íslands. Þannig að næsta ferð í flugstöðinni hjá ykkur, hún verður kannski þannig? Maður er að vona það. Vonandi, já. En fyrst og fremst eftir þessa för eftir í huga þakklæti og aðdáun á því góða verki sem hér hefur unnið. Arngrímur, það er ótt að segja að COVID hafi breytt ýmsu, mjög miklu hjá ykkur í lögreglunni í flugstöðinni? Já, það má segja að þetta hafi gjörbreytt starfsumhverfinu hjá okkur og það má segja að við sem erum búin að vera 15 mánuði í svona umhverfi sem við byggumst ekki við, þar sem að kannski hlutinni snúst meira COVID heldur landamæramál. Hvað erum við að sjá hérna? Já, það er þannig að allir þeir sem koma til Íslands og hafa ekki verið bólusettir eða er ekki með mótefni eða hafa fengið COVID, þeir þurfa að taka próf erlendis, svo kallað PCR-próf, til að staðfesta það að þeir séu ekki smitaðir af COVID. Og í dag er það krafa til landsins og hérna er einfaldlega verið að skoða vottorðin og staðfesta þau og eins aðtöku hvort það sé einhver fölsuð vottorð á ferðinni. En þegar eru búin að fara í gegnum þessa stöð hér, þá heldur för þeir áfram og þau fara hérna upp á efri hæðina og fara upp í sýnatöku. Þau fara í sýnatöku og svo bið hjá þeim eftir niðurstöðu? Já, þetta er svona tvenns konar þegar fólk er að koma til landsins. Þeir sem ekki eru bólusettir eða hafa fengið COVID, þeir sem fara í svokallaða 5 daga sóttkví. Þeir sem eru bólusettir aftur á móti, þeir fara í eina sýnatöku og eru svona yfirleitt að fá niðurstöðu sýnatöku, kannski svona 4-5 tíma seinna og þá eru þeir bara frjálsir til að fara út í samfélagið. Aftur á móti þeir sem eru með PCR-prófin, þeir eru að fara í 5 daga sóttkví og svo er það mismunandi eftir frá hvað landi þeir koma, hvort þeir þurfa að fara á sóttkvíarhótel eða hvort þeir mega verið í sóttkví heima. Þetta er
Já, eins og maður segir, mér finnst þetta að vera það flókið að ég er búinn að ræða við nokkra af ykkar mönnum í dag, þeir eru ekki eins og allir klára á þessu sjálfur, þetta er búið að breyta svo oft. Já, þetta er náttúrulega búið eins og ég sagði það, þetta er búið mjög skrítið umhverfi og raunverulega breytingar næstu því daglega og þetta hefur verið svona sérstakt að því leytinu til að raunverulega það koma reglur og svo er öðrum reglum bætt ofan, þannig að við erum komin með mörgu lög af reglugerðum og kröfum sem gerir þetta óheimil flókið, þannig að til dæmis eins og vinna landamæravarð í dag er ekkert bara landamæragæsla heldur, við erum líka að kanna með ferðifólks áður en kemur hingað, við erum að kanna með gögnin sem þeir eru komið hingað og við erum þá að staðfesta þau og eins þá að staðfesta hvort að viðkomandi megi halda áfram ferð sinni og fara í heimasóttkví eða þá hvort að hreinlega viðkomandi þarf að fara sóttkvíarótur. Já, þannig að vinnan er gerbreytt, já. En hvernig er þetta búið að vera hjá okkur á þessu rúma ári? Það er einhver önnur mál sem að koma líka, er að koma flóttafólk og alls kyns gestir, ja, alls kyns ferðamenn innan gæsalappa. Já, sko, COVID hefur ekkert breytt því að það er allir að ferðast, sama hvers konar fólk það er sem er að koma hérna. Og það er samt minnkað. Já, það alltaf hefur minnkað talsvert þeirra sem er að koma til landsins en þetta er alls svona fólk og sem er að koma en þetta eru ferðamenn og eins þeir sem eiga erindi til landsins. Jú, fjöldin er minni en málin sem hafa komið upp hérna eru jafnvel fleiri heldur en árun áður. Þannig að er eitthvað af málum sem hafa verið mjög sérstök sem hafa komið upp náttúrulega, eðlilega kannski? Það eru svona alls konar bæði skemmtilegur og erfiðir hlutir og ég hef nú gaman að því hérna daginn að þá birtist þetta Bandaríkjamaður og hann hafði ákveðið að koma hérna í dagsferð, kemur morgun, allar heim kvöldið og helsta erindi með ferðinni var að sjá gosið en honum var bent á það að hann þurfti að bíða eftir niðurstöðum og sína tökku og þegar þær komu þá væntanlega var orðið seint að sjá gosið þannig að þetta var svona sneypuför. Já. Þannig að það gengur á ýmsu og er rátt að segja og hér á svona fyrsta grímulausa daginn og þá eru allir svona flestir með grímu hérna ennþá. Já, sko við grímuskylda verður hérna hjá okkur allan sem störfum í flugstöðinni í einhver talsverðan tíma áfram. Við erum náttúrulega í samskiptum við fólk sem er að koma hérna og þaðan á heiminum og við sjálfur sér vitum ekki hvort að við komum að vera smitaðir ekki og við minnkum ekkert kröfuna til okkar þó að flest allir starfsmenn séu bólusettir. Þannig að það má rekna með því, já, grímuskylda verður eitthvað og jafnvel komið til með að vera eitthvað. Hafa farþegar verið óánægðir stundum með niðurstöðuna sem að, komast ekki inn í landið til þess? Já, alveg klárlega og það sem hefur verið stór breyta í þessu kannski fyrir marga er það hversu ört reglunar hafa breyst. Og við vorum hérna með 10 Spánverja fyrir ekki svo löngu síðan og þar breyttust reglunar með 2 daga fyrirvara þannig að þegar þeir svona litu síðasta sinn á Google að þá voru ákveðna kröfur og þeir máttu koma til Íslands og fara sem ferðamenn en þeir lentu hérna í Keflavík þá var búið að breyta reglunum þannig að þeir voru ekki lengur velkomnir sem túristar og þurfti að sitja hér á hóteli þangað til að tókst að koma til síns heim aftur. Svo eru væntanlega ennþá frekari breytingar og svona frekari aflétting? Já, það stendur til núna mánaðamótin að það er ekki lengur skikkaðir farþegar á farsóttarhótel þannig að það er talsvert mikil breyting en það breytir því ekki að fólk sem kemur frá ákveðnum svæðum það þarf að fara í 5 daga sóttkví og síðan er von á svona frekari breytingu væntanlega miðjan mánuðinn, frekari afléttingar, já. Þannig að fjörið heldur áfram í rauninni hjá ykkur, þið þurfum að vakta þetta stíft. Já, sko, það er nú talað það í flugheiminum að þetta ástand sé komið til með að vera og við mögum kannski heldur ekki gleyma því að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hún stefnir að því að 10% heimsins verði bólusett á þessu ári þannig að það er ljóst að það er talsvert af löndum dálítið langt frá okkur sem að verða allt öðru stað eftir árjafnvel, sko. Við vitum það ekki þannig að veiran er þá á ferðinni og hún ferðast með flugvélum eins og bara fólkið, sko. Það hafa margir fundið fyrir afleiðingum heimsfaraldurs hér á Íslandi og meðal annars Halla veitingakona úr Grindavík en hún opnaði stað ekki löngu fyrir heimsfaraldur hér í flugstöðinni en nú hefur veitingastaðurinn verið lokaður í meira en ár.
við kíktum inn til hennar. Jæja Halla, þetta hefur verið, þið gáðu okkur góðan tíma þegar þið sóttuð að komast að þessum veitingaaðili hérna í flugstöðinni þegar allt var á fleygi ferð. Og þið voru búin að reikna út alveg formúlu hvernig þetta gæti gengið, eða ekki? Jú, búið að reyna að fara yfir þetta. Þauðlan bara alveg að sjá hvernig þetta myndi ganga upp hjá okkur. Þá var vá og allt í gangi og mikið að skiptifarþegum. Maxið á leiðinu upp. Max og allt. Og svo bara fer þetta allt saman í rauninni á cirka ári? Já, alltaf það. Það var með að segja hálfu ári þarna stór þegar váið og maxið það fer og svo missum við náttúrulega áhafnameðlimi líka í nýtt húsnæði og svo náttúrulega kemur COVID líka. Hvernig maður bara spyr, hvernig fer maður að eftir svona áfall? Það náttúrulega ekki búið að vera auðvelt. Þetta náttúrulega búið að vera ótrúleg vinna bak við þetta. Þráttur að hafa verið kannski minna að gera á tímabili að þá ótrúleg vinna að halda þessu öllu gangandi. En svo náttúrulega búið að vera að hjálpa til með ríkisstjórninni að maður gæti látið fólk fara í hlutabótaleiðinu og allt þetta sem hjálpaði náttúrulega gríðarlega mikið til. Og Ísafía náttúrulega ótrúlegir með að leigan var náttúrulega bara ekki rukkuð á meðan á þessu stendur. Þannig að það hefur náttúrulega bara bjargað þessu. En þið sitið eftir með örugglega þokkalega stofnkostnað hérna inn í þetta veitingastæði í flugstöðinni. Það kostar einhverja 20 milljóna myndi ég giska á. Það var nú eitt af því sem náttúrulega líka kannski var í útreikningunum hjá okkur að það var náttúrulega að láta framkvæmdina borga sig á einhverjum x tíma og nú náttúrulega liðum bara 1,5 ár síðan við lokuðum og þar að leiðandi náttúrulega ekkert verið að borga niður af því sem var verið að græða gera hérna. Já. Og hvað, þannig að þið vonist náttúrulega til að birti, öll él birti upp síðir. Já, það er ekkert alveg á næstunni sem það er. Nei. En við með einhverja hugmyndir hvernig þið opnið aftur? Ábyggilega ekkert bara fyrir í haust, jafnvel þegar að dregur að jólum, sko. Eruð þið þá í góðu samtali við Ísafía þetta? Já, það er alltaf reglulegar upplýsingar sem við fáum frá þeim tölur komu og brottfara farþegum, sko. Já. Þannig að það er eitthvað í að maður fái kaldan og pítsu, það er eitthvað nokkri mánuðir. Og svo getur maður ekki einu sinni laumast í þetta þótt maður komi hingað, sko, því það er bara allt tómt. Það er bara búið að... En þegar þú opnaðir það er mjög mikið bara risastóra aðila svona. Þú ert Suðurnesja manneskja með þannig lagað ekki mjög stórt fyrirtæki. Þannig að þetta verið náttúrulega mikil ákvörðun hjá okkur að ráðast í þetta. Já. Þetta var alveg mjög stór ákvörðun og erfið ákvörðun og áhættusum ákvörðun. Það er alveg búið að vera þannig. En við ákvöðum að láta Þið hefði lifað þetta af? Við erum ennþá lifandi allavega. Og svo er bara hvað framtíðin byrja skautið sér. Þetta er náttúrulega, maður veit aldrei það er nú búið að vera mörg áfall, hvort það verður nokkuð annað áfall, hvort það komi eitthvað annað. Þið náttúrulega eruð úr Grindavík og eru náttúrulega komið með gos og þessi fallegi ofn Já. Það veist, er ekkert málið að breyta honum í eitthvað gír núna, Þið fáið kannski margfalt meiri viðskipti núna þegar allt verið í gang. Við verðum með eldfjallapítsur. Í eldfjallaofni. Já, ég held að þetta fallega lúk fái nú að halda sér alveg, sko. En við verðum með einhverjar eldpítsur, það er alveg á hreinu. Og hlakka til að fara að kveikja upp í ofninum aftur. Já. Þetta er ótrúlega. Við tölum við þig bara fljótlega eftir að gosið byrja. Nú eru liðnir cirka 2 mánuði síðan. Já. Það var ekkert mikil traffík þá fannst þér vera af fólki að koma til ykkar. Nei. En hefur þetta eitthvað breyst? Þetta hefur breyst alveg gríðarlega. Já. Og það er rosa mikið, maður sér að áhuga ljósmyndarar og bara ferðamenn eru bara að koma rosalega mikið til Grindavíkur og gista bara í Grindavík og eru að fara mörgum sinnum upp á gosi og byrja mikið ferðinni hjá okkur og enda ferðinni hjá okkur og eru bara svona yfir kannski frísitt bara svolítið mikið hjá okkur á veitingastaðnum. Já. Þannig að það er bara frábært. Og það að finna núna eins og það er mikið flugi frá Bandaríkjunum hverjum einasta degi og eitthvað slatti af Bandaríkjunum að koma. Er þetta að sjá þá? Já. Þeir koma til okkar og annars starrað líka, sko. Þannig að þetta munar allt saman. Það gerir það og maður finnur alveg fyrir því það er aukning og náttúrulega það skilar sér allir til Grindavíkur eiginlega sem er að koma til Íslands að ferðast. Þetta er þekktasti staðurinn á Íslandi í dag. Það er bara svoleiðis, það er bara must stoppa þarna. Já. Nemendur fyrsta bekkjar og kennarar í Myllubakkaskóla kynntu sér barnasáttmála núna nýlega
og gengu síðan fylltu liði inn í Ráðhús Reykjanesbæjar og hittu þann yfirmann menntamála og ræddu við hann málið. Út af barnasáttmálanum og degi barnasáttmálans þá fengum við bækling þar sem er það ekki rétt hjá mér, við fengum bækling sem var að segja okkur réttindi okkar. Já. Og í framhaldinu þá bara skoðuðum við hann og þau völdu sér réttindi sem þeim leist vel á og við bjuggum til fána og til þess að undirstrika þau réttindi sem okkur leist vel á. Er það ekki rétt hjá mér? Já. Já. Geturðu sagt okkur hvernig bjuggum við aftur til fána? Manstu hvað við gerðum? Við notum... Við vorum að nota... Málningu, er það ekki? Já, málningu. Hvernig skrifum við aftur á fánan? Með... Málningu. Puttana. Notuðu puttana? Það hefum ekki gert það áður, sko. Það var mjög skemmtilegt. Já. Skrítið. Já. Hvað var svona að vera íta undir svona bara minna á réttindi barna? Já, er það ekki dálítið mikilvægt? Og ég meina, ein réttindin segja, númer 42 segja að börn eiga rétt á því að þekkja réttindi sín. Það finnst mér bara mjög mikilvægt. Best að byrja snemma, þannig að þau geta bara ætt sig næstu 10 árin. Og hvað, þetta eru krakkar í fyrsta bekk? Já, krakkar í fyrsta bekk. Í Myllubakkaskóla. Já. Og voru þau ánægð með verkefnið? Já, spurjum nemandann. Varstu ánægð með verkefnið? Já. Fannstu gott að vita réttindi þín? Já. Var þetta skemmtilegt? Já. Viltu segja eitthvað við hann Helga? Hann er svona eiginlega í bæjarfélaginu þínu svona yfir passarinn ykkar. Jú, hann veit það. Við vorum einmitt að tala um það áðan. Er eitthvað sem við að segja við Helga? Nei. En ef við ekki bara vona að hann passi upp á réttindin okkar? Já. Já. Frábært. Kannski bara. Gaman að fá ykkur öll í heimsókn, þessi fallegu börn. Það er Helgi að taka mót okkur. Já. Þetta er svo mikilvægt líka málefni að gaman að sjá að það sé verið að vinna með það bara með svona ungu börnum og nú erum við að taka tillit til barnasáttmálans í öllum stefnum. Nú erum við til dæmis að endurskoða menntastefnu Reykjanesbæjar og þar erum við meðal annars að horfa til barnasáttmálans. Þannig að þetta er alveg frábært. Já, ég held líka að Helgi að þú kemur og tekur á mót okkur, þá veitur börnunum rödd. Það gefur þeim tækifæri á að segja það sem þeim finnst og þau vita að það sé verið að hlusta á sig. Ungmenni úr Fjörheimum og 88 húsinu í Reykjanesbæ hafa verið gestafréttamenn í Suðurnesja magasíni að undanförnu. Núna kynna þau sér vinnumöguleika ungmenna á svæðinu í sumar. Vinnuskólinn býður upp á fjölbreytt sumarstörf fyrir ungmenni Reykjanesbæjar. Hefðbundin bæjarvinna, skapandi smiðjur og listaskólastörf eru meðal þess sem vinnuskólinn býður upp á í sumar. Fannar Gíslason, yfirflokksstjóri hjá vinnuskólanum, segir sumarstörfin vera skemmtilegt vinnuumhverfi og góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn. Við ræddum við hann fyrirkomulagið í sumar. Segðu mér Fannar, hvað býður vinnuskólinn upp á fyrir ungmenni í sumar? Við bjóðum upp á bara frábæra útivinnu, fyrst og fremst. Svona smá smjörþefurinn af vinnumarkaðinum fyrir krakka sem eru á aldrinum 14-17 ára og skemmtilegan félagskap ofan á það. Það er bara rosalega mikið skemmtilegt við bæjarvinnuna. Vinnuskólinn býður upp á þann möguleika að ungmenni geta mætt í vinnu þegar þeim hentar. Við spurjum Fannar nánar til þetta fyrirkomulag. Sem sagt, tímarnir eru þannig að þú ert að klára x marga tíma í sumar en þú getur gert það á þeim tíma sem henta þér. Til dæmis, ef þú þarft frí eða eitthvað, þá hefur þú nægilega mikið svigrúm til þess að klára tímana. Nú er þetta ekki fyrsta sumari sem þú vinnur í vinnuskólanum. Hvað er svona skemmtilegasta við vinnuskólan? Ég er nú búinn að vera, þetta er 3. sumarið mitt og ég er alltaf jafn spenntur að koma aftur. Þetta er bara frábær félagskapur, skemmtilegt vinnuumhverfi og bara svo mikið ofan á það. Ég mæli bara eindregið með þessu. Talandi skemmtilegt vinnuumhverfi, Fjörheimar í samstarfi við vinnuskólan býður upp á skapandi smiðjur fyrir ungt fólk sem er skráð í vinnuskólan. Segðu mér Róbó, hvað bjóða Fjörheimar upp á fyrir vinnuskóla krakkana í sumar? Já, góð spurning. Við í fyrsta skipti ætlum að bjóða upp á skapandi smiðjur fyrir vinnuskólakrakka í sumar og þá sem hafa áhuga á. Við ætlum að vera með 2 smiðjur, eina listasmiðju og eina viðburðasmiðju.
Ég og hún Telma verðum með viðburðasmiðju sem sett upp þannig að krakkarnir fá tækifæri til að spreyta sig á að halda alls konar viðburði í sumar fyrir alls konar aðila. Og svo verður listasmiðja sem hann Ómar verður með hjá okkur og einhver annar starfsmaður. Og þá verða þau að spreyta sig á alls konar listformum, mála, kannski að gera alls konar veggi í sumar. Og við vildum líka gera eitthvað fyrir markhópinn okkar á sumrin. Höfum ekki verið að gera mikið til þessa, en núna þetta bara frábært tækifæri fyrir öll ungmenni í 8. til 10. bekk að koma hingað og vinna í sumar. Hvenær byrja þessar smiðjur? Já, fyrsta tímabil byrjar 14. júní, viku áður en að garðyrkjudeildin byrjar og stendur í 3 vikur og svo byrjum við á öðru tímabili fyrir aðra krakka 12. júlí og stendur síðan aftur í 3 vikur. Hvernig verður eiginlega fyrirkomulagið? Klára ungmennin tímana sína í smiðjunum? Það allur gangur á því. 8. bekkurinn hefur færri tíma en 9. og 10. og þau klára þar að leiðandi alla sína tíma hjá okkur í smiðjunum. En 9. og 10. bekkur, þau hafa fleiri tíma og geta þar að leiðandi ákveðið að vinna í garðyrkjudeildinni með smiðjunum, þess að eftir að smiðjunum eru loknar eða þau eru búið með þá tíma og geta þar að leiðandi klára tímabilið sitt þar. Hvað hlakkar þú mest til varðandi sumarið? Það margt. Ég hlakka til dæmis að sjá hvað öflug ungmenni eins og þið í Ungverkarfettum gerið í viðburðasmiðjunum og í listasmiðjunum og hvað kemur úr því. Ég hlakka líka rosa til að sé bara komið sumar og að veðrið sé gott og fara í sund og bara ýmislegt sko. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið. Viljum við minna á okkar ágæta blað sem við gefum út vikulega og höfum gert í 40 ár. Það að finna margvíslegt og skemmtilegt efni Suðurnesjamenn og ýmislegt sem í gangi á Suðurnesjum. En við erum líka að skrifa fréttir á vikufréttavefnum vaff.is alla daga og golffréttir á kylfingur.is. Það fjör hér framundan næstu daga og við verðum áfram á vaktinni. Við sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.